Hæ, ég heiti Guðjón. Birta Rut. Jamesson. Íris. Trausti. Og við erum í 10. bekk. Í Grunnskólanum Hólmavík. Hvernig er aðgengi fyrir hjólastóla í skólanum? Nú er hún Íris að fara í tónlist. Við ætlum að sjá hvernig það gengur. Það var augljóst að hún var ekki að fara að komast niður svona, svo við spurðum Börburu tónlistakennari hvernig hún myndi leysa henni vanda. Ef það var einhver sem var í hjólastól, þá var ég búin að berjast fyrir því að hafa aðstöðuna uppi, þannig ég þyrfti ekki að fara með nemanda minn niður stig. Við reyndum að komast út úr skólanum, en það er eiginlega ómögulegt án þess að hafa einhvers konar ramp. Allir inngangar eru með þreppi og engin leiðir fyrir hjólastóla til að komast upp á gangstéttina sem liggur við skólanum. Á Hólmavík er ekki beint bestu vegirnir. Flesti vegirnir hér eru mjög holóttir og í gamla hverfinu er ekki gangstéttir sem fylgja þeim. Við tókum viðtal við starfsmenn á mismunandi vinnustöðum hér á Hólmavík og spurðum þau hvernig aðgengið sé hér. Í miður verð ég bara að segja það, játa það að það er bara mjög slæmt aðgengi, eiginlega bara ómögulegt. Það er mjög slæmt. Ég held að það sé bara mjög gott. Ég held að það sé svona flestu leyti sæmilegt, nema það er nú ekki gert ráð fyrir því að það er engin lykt til að koma fólki ofan í sundlaugina. Við spurðum einnig hvort einstaklingur í hjólastól hafi komið inn í þessu fyrirtæki. Öll svöruðu því neitandi. Hvað ertu búin að vinna henni lengi? 10 ár. 10 ár. Og aldrei með einstaklingur í hjólastól? Frá opnum tónlistöðum, það er aldrei ekki þannig ekki því. Ekki að meðan ég hef verið í vinnu, sko. Og hvað ertu búin að vinna henni? Ég er búin að vinna síðan 1990. Ekki sem ég var sérstaklega eftir, en ég ger náttúrulega ekki ráð með því. Ég er nú búin að vinna hérna í bankanum síðan 1983, 31 ár, með smá undantekningu og ég bara man ekki eftir neinu inn í hjólastól. 2 fyrirtæki skara mest fram úr af öllum fyrirtækjunum á Hólmavík. Það er gott aðgengi í íþróttamiðstöðinni og kaupfélaginu. Í kaupfélaginu er auðvelt að komast upp á gangstéttina. Það er fatlaðarstaði fyrir utan, rennihurð til að komast inn og klósettaðstaða. Í íþróttamiðstöðinni er einnig rennihurð og klósettaðstaða fyrir fatlaða. Að vísu er erfitt að komast að íþróttamiðstöðinni því að það er möl allt í kringum hana. Auðvelt er að leysa vandamáli til að komast inn í sparisjóðinn í hjólastól með því að setja ramp sem liggur upp að hurðinni. Svona ímyndum við okkur að það myndi líta út. Við komumst að því að það er semt vandræði með það að vera í Arionbanka því að tröppunar eru of háar. Þannig að við komumst að samkvæmri niðurstöðu að búa til eins konar lyftu sem flytur einstaklinginn upp. Þá er pallur niðri sem einstaklingurinn getur rúllað sér á og síðan flytur lyftan upp á hæð sem það eru engir þröskuldar eða neitt á. Þannig að þá er hún greið leið að Arionbanka. Við komumst að því að það er nokkuð slæmt aðgengi á Hólmavík fyrir einstaklinga í hjólastól og aðeins örfáar stofnanir með aðgengi fyrir hjólastóla. Við komum okkar skoðunum á framfæri og vöktum fólk til umhugsunar. Við vonum að þegar einstaklingur í hjólastól kemur næst í heimsókn eða jafnvel flytji hingað að þá verði aðgengi fyrir hann orðið mun betra heldur en það er núna. Takk fyrir okkur.